Já, komið sæl. Við sitjum nú hérna í víðáttu miklu lagðakerfi sem nú reyndar orðið gamalt og lúið og lítill kraftur í því og sá lagðamiðan er á leiðinni hérna norður bóginn þar sem að hún mun nú deyja drottni sínum fljótlega. En það er aftur á móti lagð hérna inn á Grænlandshafi og skil frá henni sem að eiga að koma inn á landið á morgun seinnipartinn. Og síðan höfum við lagð hérna suður í hafi sem er í miklum vexti og þessi lagð á að koma til okkar á sunnudaginn með vaxandi sunnunátt og rigningu. Og síðan munum þessi lagð reyndar verða að dóla hjá okkur alveg fram á þriðjudaginn. Ef við skoðum hittasviðið þá er nokkuð rólegt þar að litast og gera á því að hittatölu verði svona nokkuð svipaður hafi verið svona milli 10 og 15 stig og eru svona hittin að skjóta sér upp í 20 gráðurnar eða svona í áttina en þar sem að best lætur og ef við kíkjum þá á þróunum næsta sólarhringina þá sjáum við hérna lagðamiðjuna við austurströndina og hún er á leiðinni hérna norður á bóginn og þá svona dregur úr vindi og úrkomu og í fyrramáli verður komin svona hæg vestlæg átt hjá okkur og kannski einhverja smá skúraleiðingar en síðan seinni partinn fáum við þessi skil upp að landinu. Og það þýðir það að í fyrramálið þá lítur þetta svona út, það er svona hæg vestlæg átt á landinu víðast hvar svona nokkuð þungbúið og stöku skúrir en sólin gæti nú brotist í gegn svona einhvers staðar fyrir norðan en síðan þegar kemur fram á seinni partina þá verður vaxandi sunnanátt hjá okkur og fyrir að rigna við vesturströndina. Norðausturlandið ætti nú að sleppa mestu leyti við þessa úrkomu en þó gæti norðið einhverjar smá skúrir. Síðan á sunnudagsmorgun að þá er næsta lagð að koma til okkar og þá verður svona byrjað að rigna hérna við suðurströndina. Það verður áfram ennþá þurrt hérna landið norðan og austanvert en síðan þegar líður á sunnudaginn að þá verður koma þessi skilin með fullu þunga til okkar og þá verður farið að rigna talsvert bæði sunnan og vestanvertlandið en norðausturhornið virðist nú ætla að sleppa nokkuð vel. Á mánudeginum að þá verður lagðamiðjan hérna vestur á landinu og þá verður svona suðlæg eða breytilátt á landinu, það verður þungbúið og skúraleiðingar nokkuð víða og eins og við sjáum að þá verður svona hitatölur á svipuðu róli og síðan á þriðjudeginum að þá verður þessi lagð komin hérna austur á landinu og svona restin af skílunum munum valda einhverju rigningu hérna á norðausturhorninu meðan að það ætti þá að vera svona að létta til hérna sunnan og vestanvert landið. Nú, við skulum þá kíkja aðeins á hvað er að gerast hérna í kringum okkur. Það er ennþá skúraloft og óstöðugt loft hérna yfir Skandinavíu og skil sem að liggja hérna í norðan til þannig að það verður rigning í Bretlandseyjum og Þýskalandi, Hollandi og í París á morgun. En þegar við komum hérna suður á bógina þá er bæði hlýtt og bjart, sólríkt hérna bæði á Balkanskaganum og Ítalíu. Og síðan ef við förum hérna að Atlantshafinu að þá hæðastæði hérna yfir Íberíuskaganum þannig að þar verður sólríkt og hlýtt og sömuleiðis hérna í Suður Frakklandi. Ef við förum síðan til Kanaríeyja þá er svona hæg norðlæg átt þar, það verður svona skýjað með köflum og hitatölurnar svona milli 25 og 30 stig. Við skulum að fara hérna vestur haf, það er svona ansi óstöðugt loft ennþá hérna við Mexíkóflóa sem þýðir að það verður talsvert skúraleiðingar og þrumuveður á þeim slóðum. Það hún farið að létta heldur til hérna á Flórídaskaganum þar sem að sólin verður svona farin að skína og síðan er hæðarsvæðið tekið við hérna norðaustan til og þannig að það verður spáði að verði heiðskýrt bæði í New York og Washington á morgun. Og svo ef við kíkjum hérna á vesturströndina þá er gert ráð fyrir að þar verði bæði sólríkt og hlýtt. Og við endum þetta þá á korti morgundagsins, það verður sem sagt svona fyrir mér hæg vestlæg átt og rólega þetta veður í fyrramálið en síðan þegar kemur fram á morgundagina að þá snýst vindur til sunnáttar og fyrir rignaði landið vestanvert en ætti svona að verða mestu þurft hérna austan til. En við skulum láta þetta gott að veðri, verið sæl.